Já, góðir áhorfendur, verið velkomnir í beina útsendingu frá bikarkeppni karla í körfuknattleik. Það Powerade bikarinn og úrslita leikur í karlaflokki. Það eru Njarðvík og Keflavík sem að eigast við í dag og hjá mér Jón Arnar Ingvarsson, vertu velkominn. Já, takk. Hvernig líst þér á þennan leik? Mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta eru tvö sterk lið sem eru bæði núna að undirbúa sig fyrir Evrópukeppni svolítið líka og hafa gert svona ákveðna breytingar á sínu liðskipunum svona með það fyrir augum að svona styrkja sig og svona undirbúa sig fyrir þá keppni líka og hérna þau virðast vera komin svona vel á veg bara þrátt fyrir að tímabilið sé ekki farið á stað og þetta sé svona fyrsta móti. Já, það svona dálítið sérstakt að það skulle verið komin úrslitaleikur áður en að Íslandsmótið sjálft hefst. Já, það er svona það sem hefur náttúrulega verið þannig að það hefur verið nokkuð svona undirbúningsmót alltaf fyrir hvert tímabil og meðan þess hefur Reykjanesmót þar sem að sterkustu liðin hafa nú flest verið að leika og þetta svona kemur kannski svolítið bara í staðinn fyrir það og hérna er svona undirbúningur og svona koma mönnum á stað. Ef við lítum aðeins yfir leiðina sem að liðin fóru, Njarðvíkingar unnu Hamar í annarri umferð og Keflavíkingar unnu Tindastól og síðan var það Keflavík sem vann Skallagrim í þriðju umferð og Njarðvík vann KR og hér eru liðin mætti Njarðvík og Keflavík í úrslitaleik. En Hallgrímur Indriðason stattur niður á velli og hann kominn með einhvern ný viðtal. Hallgrímur, gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir Einar. Hér ég kominn með Ólaf Rafnsson, forseta ISÍ og þar áður formann körfuknattleikssambands Íslands til margra ára. Ólafur, ekta Suðurnesjaslagur framundan, hvernig líst þér á þennan leik? Jú, maður hefur nú svo sem séð það áður að Suðurnesin að kljást hérna í körfuboltanum. Ég hlakkar náttúrulega að það margir í leikmennina sem ég hef ekki séð. Nú bara mætir maður hérna og að njóta lífsins bara sem almennur áhorfandi og ég ætla bara að fá hérna að sjá góða körfuboltaleik. Ekki óvanalegt að fá svona úrslitaleik svona bara rétt svona áður en mótið sjálft hefst? Jú, það er það nú í sjálfu sér en það er nú verið eðli þessarar svoköldu fyrirtækjabikarkeppni sem núna heitir Powerade bikarinn að það sé í raun og veru verið að fylla upp í svona dauðan ástíma og síðan hefur nú verið gagnrýnt svona undanfarin 2-3 ára að þetta hefur verið að skarast við upp á Íslandsmóts en núna er í raun og veru verið að taka á því með þessari tilraun og ég get ekki séð hana að hún sé heppnast vel. Einhver spá svona fyrir leikinn? Nei, ég ætla ekki að leyfa mér það. Takk þér fyrir þetta Ólafur og þá skipti ég aftur yfir til þín Einar. Takk fyrir það, Hallgrímur. Nú, leikmenn eru að raða sér hérna upp og þeir eru kynntir hér til leiks og það er kannski ágætt að við fáum að upp á skjáinn kannski liðin. Skulum sjá, hér Njarðvík, Friðrik Erlendur Stefánsson, Jeb Ævi, Elías Kristjánsson, Egill Jónsson, Kristján Rúnar Sigurðsson, Guðmundur Jónsson, Brenton Birmingham, Rúnar Ingi Erlendsson, Hjörtur Einarsson, Ragnar Ragnarsson, Daniel Guðmundsson og Halldór Rúnar Karlsson. Ingi Gunnarsson var fyrsti fyrirliði íslensku landsleik og einn af stofnendum KKÍ sem að biðja áhorfendur og aðra viðstadda að standa upp og votta Inga virðingu okkar með 1 mínútu þögn. Takk fyrir. Já, fyrir leikinn var eins og þið tókuð eftir 1 mínútu þögn vegna andláts Inga Gunnarssonar sem var körfuboltafrömuður og frumkvöðull úr Njarðvík og leikmenn og áhorfendur vottuðu honum virðingu sína. En við skulum renna yfir Keflavíkurliðið rétt áður en leikurinn hefst. Gunnar Einarsson þar í liði og Arnar Freyr Jónsson, Þröstur Leó Jóhannsson, Jón Nordal Hafsteinsson, Sverrir Þór Sverrisson, Magni Ómarsson, Magnús Þór Gunnarsson, Halldór Örn Halldórsson, Jón Gauti Jónsson, Tómas Soltá, Jermaine Williams,
Sigurður Gunnar Þorsteinsson og þjálfari Keflvíkinga er Sigurður Ingimundarson. Jón Arnar, hvernig meturðu þessi lið? Hverjir eru styrkleikar liðanna? Sko, það hefur náttúrulega verið, eins og við byrjum að Keflavíkurliðinu, þá hefur náttúrulega í gegnum árun hefur þeirra aðalvopn verið svona hraði og þeir hafa skotið mikið af langskotum og eru með mikla breidd. Í dag eru þeir búin að svona aðeins breyta svona áherslur. Þeir eru, eins og ég var að tala áðan, svolítið að hugsa Evrópukeppnina og eru með hærra lið og eru hreint ekki með eins mikið af langdrægum skotvopnum í farteskinu eins og verið hefur og það verður virkilega fróðlegt að sjá það. Þeir eru búin að fá stóra stráka þarna inni eins og Saltá, danskan landsliðsmann og svo úlingalandsliðsstrák frá Ísafirði, Sigurður Þorsteinsson. Þetta eru stóri lukkar og það kemur til með að hafa áhrif svolítið á þeirra leik og svona tempóið sem þeir koma til með að vera á. Þannig að mér finnst það svona virkilega svona fróðlegt að sjá hvernig það kemur út hjá þeim. Já. Og hverjir myndirðu telja að vera gallar eða veikleikar liðanna? Hvar eru sóknarfæri fyrir andstæðingana? Ég held að það sem kannski Keflavík hefur verið að breyta, fengið 2 nýja útlendinga inn sem að koma til með að vera í stóru hlutverki hjá þeim, þannig að þeir eru svona eflaust svona aðeins að koma þeim inn í þeirra leik og svona aðlaga að liðinu. Hins vegar er Njarðvíkurliðið með sama liðið og urðu Íslandsmeistarar í fyrra og voru afar sigursælir í fyrra og bæði sami útlendingur og svo náttúrulega með Brenton Birmingham sem er líka afar mikilvægur hjá þeim. Þannig að þeir eru með svona minni breytingar og ég held að það sé svona eitthvað svona sem að gæti skilað þeim. Já, sem að manni þætti það svona líklegt að það gæti hjálpað þeim eitthvað. Já. Þeir eiga titil að verja hér núna. Þeir tóku Íslandsmeistaratitilinn og bikarinn hér í fyrra. Já. Þannig að Keflvíkingar eru kannski ennþá ákafari heldur en Njarðvíkingar eða hvað? Já. Og það er náttúrulega líka það má náttúrulega maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því hvað þessi lið, hvort þau komið til með að vera svona að þreifa sig áfram eða hvort þau fari alveg í þetta með það sem markmið nr. 1 og 3 að vinna þetta mót eða hvort að menn sé að horfa lengra fram á veginn og reyna svona aðeins að gefa þessu tíma til þess að smella saman. Já, en þessi lið þau bera dálítið af í íslensku körfuknattleik. Keflavík var Íslandsmeistari síðast 2005 og þar áður 4 og 2003 og svo Njarðvík núna í vor og tekur bikarinn líka í vor. En Keflavík hins vegar hefur ekki orðið, þeir eru bikarmeistarar 2002 síðast, þannig að það er langt síðan að þeir hafa tekið bikarinn. Já, þetta eru náttúrulega eins og við segjum, þetta eru þessi stóru lið í körfuboltanum og þau eru alltaf að keppa bikara og það líða yfirleitt ekki nema í mestalagi 1 ár á milli þess að þeir ná titlum þannig að mikil hefð þarna og metnaðurinn alveg gríðarlega mikil. Já, nú eru leikmenn að gera sig klára. Við sjáum byrjunliðið hjá Keflavík, þar er nr. 13 Saltá, danski landsliðsmaðurinn sem er 2,10 cm hár. Ég ætla nú ekki mikið minni. Nei, og svo er Williams bandaríkjamaður nr. 14, Magnús Gunnarsson nr. 10 og Arnar Freyr nr. 5 og Gunnar Einarsson nr. 4. Hjá Njarðvík þá er Brenton Birmingham nr. 10, Jeb Ivey nr. 5 og Ragnar Ragnarsson nr. 13, svo er Egill Jónasson nr. 7 og Friðrik Stefánsson nr. 4. Það kemur svolítið óvart að Ragnar skuli byrja hérna. Já. Þetta fer svona rólega af stað. Jeb Ivey, fín vörn hana hjá Jermaine Williams. Ég held einmitt eins og við erum að tala um ég held við erum eftir að sjá meiri svona baráttu inn í teiknum heldur en við erum oft séð áður hjá þessum liðum. Undir körfunni. Já, þessi lið hafa yfirleitt verið að keppa dálítið mikið svona fyrir utan og í 3-stigaboltanum. Já. En það er svona virðist vera svolítið öðruvísi áhersla hérna fyrir þetta tímabil. Já. Þannig að talaði um það að vörn sé besta sóknin. Hvernig líst þér á varnar uppfyllingu liðanna? Já, mér sýnist við bæði byrja með maður og mann vörn. Njarðvíkingar spila yfirleitt maður og mann meira og minna en Keflavík hefur meira verið að skipta yfir í svæðisvörn. Við skulum sjá hvernig það þróast. Já, hvernig því framvindur. En Saltá með boltann
og fín vörn handa hjá Brenton Birmingham en nær ekki boltanum af Magnúsi. Gríðarlegur kökullan Magnús og skemmtilegur leikmaður á velli. Já, það er svona náungi sem hann les leikinn óbúslega vel og svona snjall körfuboltamaður. Já. Og svona stemmingsmaður. Já, akkurat. Við sjáum að Njarðvíkingar byrja töluvert hérna þeir eru að setja svona það sem er kallað pick and roll, það sem að hindrun og út á vellinum fyrir bakverðina og reyna að opna þannig. Keflvíkingar hafa varist því mjög vel. Já. Djabævi þarna með undir körfunni. Jú, þessi fór undir fyrstu stig leiksins. Djabævi skorar fyrir Njarðvíkinga. Það kemur þeim yfir 2-0. Og Keflvíkingar sækja Gunnar Einarsson þarna yfir Magnús. Glæsileg vörn hjá Agli þarna undir körfunni og hann er... Það er erfitt að komast fram í honum. Já, það er mikið lókn á honum þarna undir. Hvað er hann eiginlega? Ég held að sé 2 og 13. Þetta er gríðustu mælingar. Já. Er hann ennþá að stækka? Það er mikið. En það er mikill akkur í því að hafa svona mann undir körfunni. Já, þetta er mikill truflun alltaf því að þessi minni menn sem vilja sækja hratt að körfunni, þeir þurfa alltaf að hafa það á bak við eyrað að hann er hérna á 3 hæðum fyrir ofan. Já. Soltá með fína körfur. Keflvíkingar jafna. Þetta er mjög öflugur strákur þessi Soltá. Hann hefur reynt sig í nokkrum sterkum atvinnuliðum í Evrópu og svona efnilegur strákur sem hefur ekki alveg náð að springa út. Náttúrulega 2 og 10 cm. Já. Hann stóð sér vel í undanúrslitaleiknum hér á móti Skallagrími. Já, ég held að hann eftir að vera mjög sterkur. Og Brenton Birmingham fekk þarna víti og þetta er Onni. Brenton virðist vera í mjög fínu formi. Hann er búinn að vera að spila með landsliðinu núna í haust og spilaði mjög vel þá leiki og sýndi glæsilega. Það var mikið svona stöðuleiki og klassi yfir því. Já. Og Njarðvíkingar hafa frumkvæðið hér fyrstu mínúturnar. 2,5 mínúta liðin að þessum leik. Reyndar ekki mjög mikið skor svona fyrstu mínútunum samt. Nei, það er svona menn að þreifa sig áfram og finna flugur. Já. Arnar þarna með sendingu og Soltá var á sig sóknarbrot. Já, þarna sá hann ítti greinilega frá sig þegar hann sótti að körfunni, hann Soltá. Reyndi að íta varnarmenninu frá. Þetta var hárréttur dómur. Djabævi ber upp boltan fyrir Njarðvíkinga. Og Friðrik Stefánsson. Ævi á Birmingham undir körfunni. Þarna fær villu Gunnar Einarsson. Þarna eru þeir að nýta sér hæðamunin. Brenton Birmingham er töluvert hærri heldur en Gunnar Einarsson og þá reyna þeir að nýta það þarna með því að láta þá vera komast að einn á móti einum undir körfunni. Já. Já, ekki fór þetta onni hjá Birmingham. Já, þetta fór onni 5-2. Og Keflvíkingar sækja Arnar Freyr. Og hvað ætlar að gera Soltá? Og Gunnar reynir en hann hefur búinn að fara tvisvar undir körfuna en ekki náð að koma þessu onni. Og Birmingham með skot, fyrir ekki að stiga skot, glæsileg karfa hjá honum. Hann er heitur í dag, byrjar þetta ágætlega. Já, fín karfa þarna. Vel gert hjá Arnari. Fer upp á móti mun hærri mönnum. Já, vel gert hjá honum. Þetta snýst ekki allt hæðina? Nei, alls ekki. Þetta þarf að vera gott jafnvægi þarna og það er alltaf best þannig. Og Keflvíkingar sækja aftur. Þeir mega ekki hleypa Njarðvíkingum langt fram úr sér.
Nei, mér finnst svona Keflvíkingar ekki svona alveg vera svona að finna svona taktinn í sókninni. Þetta ég held að það komið til með að taka á nokkra svona leiki að koma sér svona almennilega í gang og finna hvernig þetta gera þetta. Já, frábær vörn þarna hjá Agli enn og aftur. Já. Friðrik, Birmingham og Egill upp undir körfunni og setur þetta ofan í glæsilegt hjá honum. Þannig 10-6 og Örnar ber þetta upp boltan og reynir skot. Þetta var ekki fyrir leið en Egill tekur frákasti. Þetta var nú eitthvað skriflíkt að þessu en það var dæmd villa hérna undir körfunni og á Magnús Gunnarsson, hann hélt manninu hérna undir körfunni. Magnús Þór sem fékk hérna villina. Þarna var Gunnar Einarsson að fá sína aðra villu. Það er Keflvíkingar sem taka leikli. Já, við sjáum þarna eins og við vorum að tala áðan, þetta svona, þegar lið eru með hávaxna leikmenn þá þurfa þeir svona aðeins að beita öðrum aðferðum og þá þarf að svona nota þolinmæðina og gefa sér meiri tíma og það er nú eitthvað svona sem er kannski ekki alveg Keflvíkingum svona, ekki þeirra stíl, hefur ekki verið hingað til og þeir þurfa svona aðeins að aðlaga sig að því og það er svolítið fróðlegt að sjá hvernig það á eftir að ganga. Já. En Sigurður Ingimundarson, hann er þjálfari Keflvíkinga, hann er greinilega ekki sáttur við hvernig liðið byrjar. Nei. Hann ætlar að stoppa þetta í fæðingu bara. Já, það er hérna, mér finnst svona sérstaklega sóknarlega þá eru þeir ansi svona styrðir. Já. Það vantar svona aðeins hraðan í leikinn og öryggið einhvern veginn. Manni finnst líka svona eins og bandaríkjamaðurinn hjá Keflavík sé ekki svona hann hefur ekki verið að leita af færum og leitast við að taka á skarið. Nei, Jermaine Williams. Já, það er náttúrulega algjört skilyrði að hann sé maður sem að tekur svolítið á skarið og skori fyrir það. Einmitt. Og hérna, ég held að það sé eitthvað sem þið þurfa að breyta núna. Já. Það má geta þess líka að hérna í Evrópukeppninni eins og vorum að tala áðan þá hafa Njarðvíkingar bætt við sig öðru leikmanni sem er Igor Bejlanski sem spilaði með Snæfell í fyrra sem er svona stór dreki í viðbót. Og, já, hann er ekki komið með leikheimild. Nei, en hann er hérna einmitt kemur til með að svona auka enn á hæðina og gefa þeim svona meiri tækifæri í Evrópukeppninni. Já. Og ég á líka gerir fastlega ráð fyrir því að Keflvíkingar komi til með að vera með annan bandaríkjamann í Evrópukeppninni eins og þeir hafa gert síðustu ára. Já. Þarna var nú Jermaine Williams að reyna en ekki fara hún í. Já, klárlega verið að reyna að koma honum svona inn í leikinn og í takt við leikinn. Og Magnús, hann ætli sér alla leið og nei, ekki fóru Donni, en glæsilegt hjá Tómas Soltá sem að blaka boltanum ofan í og minnka munin í 4 stig, 12-8. Og Djebbaevi, hann getur nú skotið fyrir utan líka. Og gerir það og glæsileg karfa hjá honum. Tveggjast eða skot reyndar. Og Soltá og leitar að færi, já en ekki forðóni. Það er eftir að vera með Egil þarna á móti sér. Já. Hann truflar skotið. Við sjáum þarna svolítið athyglisverða hérna í varnarleiknum hjá Keflavík þá er Magnús Gunnarsson sem er svona cirka 1,85 á hæð að dekka Egil Jónasson sem er 2,13. Og þeir hérna hafa valið að láta Williams dekka sem er sem sagt næst hæsti maðurinn hjá Keflavík í þessu liði sem er inn á núna. Hann er að dekka Djebbaevi og Magnús á Agli og manni finnst nú að Njarðvíkingar ættu nú að geta nýtt sér það eitthvað. Kannski þá ekki endilega með 3 stigaskotum heldur nær Gauragerði. Nei.
Þetta svona einhvern veginn, skýtur einhvern veginn dálítið skökku við að sjá mann vel á 3 metra taka 3 stiga skot. Já, og kannski sérstaklega í ljósi þess að maðurinn sem að dekka hann svo miklu lærri. Já. En það greinilega einhver taktík, hann á að stíga hann út og halda hann einhvern veginn kannski frá þessu. Já. Og hann útsjónarsamur, Magnús, þannig að þetta svona kannski getur gengið upp. Þetta verður allavega ekki truflað á hingað til. Nei. Fín sending þarna undir körfuna á Magnús, en hann náði ekki að halda boltanum og það er Ragnarsson sem heldur boltanum, en þarna villiður eitthvað saman. Já, þetta er sóknarvilla þarna á Ragnar. Arnar náði að staðsetja sig vel virðist vera þarna í vörninni og... Já, hann er svona spurning hvort hann er alveg orðinn. Já, hann er ekki alveg kjör, sko. Nei. Þannig þetta er svona mörkunum. Mörkunum, eins og við segjum. En þetta er hraður leikur og ég einhvern veginn hef alltaf vorkennt dómurunum í körfubolta. Hlutirnir gerast svo rosalega hratt. Já. Að það er einhvern veginn... Það er að vera mjög snöggir til. Já, akkurat. Það er mikið þjálfun að að vera góður dómar í körfubolta. Menn þurfa reynslu og komast vel inn í leikinn til þess að ná því. Já. Og þarna er Williams með fyrstu stiginn sín í þessum leik. Glæsileg karfa, 3 stiga karfa. Hann er að komast inn í þetta, sannlega. Já, maður sér hins vegar að hann er ekki mjög svona... Hann var ekki að leita þessu skoti. Hann tók þetta því að það var enginn sem kom í hann. Hann vill greinilega frekar fara að körfunni. Jeff Ivey með skot og glæsileg karfa. Þessi maður hins vegar vill skjóta alveg allan daginn. Já. Og hann svona eiginlega bara fær að gera það. Hann bara er með skotleyfi nánast. Já. Glæsilegt spil þarna. Fín sókn hjá Keflavík. Staðan 13-17 fyrir Njarðvík. Og Birmingham með skot. Frábær. Nú erum við farnir að hitta hann lega. Já. Glæsileg. Þetta var 3 stiga karfa, það ekki? Já. Og Birmingham er þá vantanlega komið með 11 stig. Þetta er hérna frákastið. Já, maður sér eins og við varum að tala um að Williams er svolítið ragur, hann er ekki alveg nógu ákveðinn í því sem hann er að gera. Nei. Ég held að það háir svolítið Keflavík nú. Já. Það sér hérna kannski aðeins of mikið, sá hérna færi, en var fljótar boltinn. Hérna er Williams, en brotið á honum. Og það var Guðmundur Jónsson sem fekk villuna. Þá kemur Hjörtur Einarsson inn á í liði Njarðvíkur. Já, Hjörtur spilaði alveg glimrandi vel í undanúrslitaleiknum, skoraði 19 stig og átti alveg frábæra innkomu. Já. Þetta er strákur sem er 17 ára gamall. Já. Þannig að hann á framtíðina við. Og Williams á punktinum. Já, setur bæði honi. Hann komið með 5 stig, Williams. Þeir þurfa að hafa hann í góðu formi. Friðrik þarna finnur Jeff Ivey. Og hvað er hann að gera? Birmingham þarna fyrir á boltan. Og Ivey og Friðrik. Og Birmingham þarna í færi, en kemur ekki komið. Og Keflavík hingað sækja. 2 mínútur rúmar eftir að fyrsta leikluta og Soltá með glæsileg. Vísir þetta við, þetta er stór maður og hann er samt nokkuð snöggur. Hann er á með mjög skot og mjög öflugur leikmaður. Já. Við hérna 1. Þarna sjáum við að Williams tekur hluta af hendinni af Friðrik í leiðinni. Já. Og uppsker refsingu. Já.
Já, þetta er öruggt. Friðrik Erlendur Stefánsson, 30 miðherji og fyrirliði Njarðvíkinga. Þetta er öruggt. 22-17 fyrir Njarðvík. Og fín vörn þarna og Birmingham sækir. Það er nú þarna einhverjar listir setja hann aftur fyrir sig og listir vartan. Það er greiðalegur hraði í leiknum núna. Þetta var nú snyrtilega gert hjá honum. Sverrir las þetta vel. Hann kastaði boltanum í Njarðvíkingin og út af. Það var fljótur að lesa þarna líka. Brenton var ekki búinn að staðsetja sig rétt í vörninni og fann mannin vel, mjög vel gert. En þetta var nú kannski ekki mikil villa en önnur villan á Brenton. Já. Það er ekki gott í fyrsta vikluta. Hann fær að örugglega hvíla sig núna í einhverjar mínútur. Þóra Williams á punktinum. Hann getur minkað muninn. Þetta er Donny. Hann er mjúkur í þessum vítum, setur Donny. Nú er að sjá hvort að áhörendur tækli við sér. Það er ekkert alltaf margir hérna í höllinni í dag. Frábær vörn hjá Sverri. Og tekur frákastið og hann gefst ekki upp. Já. Þetta var gríðarleg barátta hjá honum hérna. Sverrir Þór Sverrisson. Já, við höfum oft séð þetta. Sverrir kemur með mikinn kraft og einbeitingu alltaf þegar hann kemur inn á í Keflavíkurliðinu og hérna er náttúrulega einn allra besti varnarmaður deildarinnar. Það gefur alltaf svona fítonskraft svolítið. Já. Það smittar frá sér. Já. Friðrik út í börjunni og Tómas. Nei, þetta var Ronny. Tómas náði ekki að blokkara þetta skot. Mikil átök þarna inn í teignum. Hjörtur og Williams. Og það var Hjörtur sem fekk villuna. Nú komið skotréttur og hérna þarlegandi er vítaskot við hverja villu núna hjá Keflavík. Já. Það var spurning hvort hann setur fjórða vítið í röð og ný. Já. Hann er að koma svona betur inn í þetta og er búinn að setja núna nokkuð stig. Já, komið 9 stig. Fín vörn hann aftur hjá honum. Nálægt því að stela boltanum aftur Sverrir. Já, hann er mun stærri en Ævi og hann Williams og hann setur svolítið pressu á boltan og truflar sendingarnar og þá er lag fyrir hina varnarmenn að nýta sér það með því að spila nær og Hjörtur hérna með að geta sendingu inn á Friðrik og nei, boltan með frákastið og Sverrir ber þetta upp og nú eru 30 sekúndur eftir og Arnar ætlar hann í skotið. Nei, Ígur og Williams undir körunni, það eru 6 sekúndur eftir á skotklukkunni. En Njarðvíkingar ná boltanum og ætlaði að setja síðustu körfu leiksins. Hjörtur og fín vörn þarna og 4 sekúndur eftir og Arnar með boltan og 3 stiga skot og glæsileg karfa. Þetta var frábær endur á fyrsta leikluta. Staðan 26-24 og Arnar með 5 stig. Þetta var mikilvægt fyrir þá að ná að minnka muninn hérna undir lokin. Já, það er líka, við sjáum að þeir sem hafa verið að koma inn á hjá Keflavíkurliðinu eru bara að gera betri hluti heldur en þeir sem hafa komið inn á því Njarðvík. Það er svona meiri, hefur að gefið Keflavík meira heldur en varamenn Njarðvíkurliðsins. Þannig að hérna Sverrir og Jón Nordal, þeir eru að koma öflugir þarna inn. Já, hleyptu svona einhvern veginn smá lífi í leikinu. Já, akkurat. Þeir spila hörku vörn og þeir eru að eiginlega búa til svona þennan hraða leik svona með því að verjast vel og stela boltum og ná svona rauðum sóknum í staðinn. Já. Á meðan svona Njarðvíkingar hafa svona ekki náð að bæta neinu við. Þetta Ævi og Birmingham byrja sterkir sko en það vantar svona fleiri að koma aðeins inn í spilið hjá þeim.
spurning hvort að Njarðvík þyrfti að gera eitthvað núna aðeins til þess að breyta tempóinu og gera eitthvað til þess að koma að þessu sýringa. Gera þetta eitthvað aftur. Já. Þeir eru ennþá maður og mann, vörn. Já. Og þeir hafa nú aðalega verið að skora úr vítum keflingarnir enda förna og svo þetta þriggjastaða skot, þannig að hann kannski er að ganga þannig, menn eru eins og er að fá þessu villur. Já, akkurat. Og þá er annar leikluti hafinn 24-26 og Jeb Ivey og þriggjastaða skot og glæsileg karfa hjá Jeb Ivey. Þá er Ivey komið með 10 stig. Og Arnar og Sverrir. Já. Það er hérna. Þetta er klaufalegt hjá Njarðvíkingum. Inn á núna hjá Keflavík eru engin leikmaður sem að vill leita af skotum fyrir utan. Arnar getur hitt fyrir utan en hann vill nú frekar svona sækja að. Allir hinir eru leikmenn sem vilja fara upp að körfunni og Njarðvíkingar þurfa að reyna að lesa það svolítið og nýta sér það með því að loka betur leiðunum að körfunni og láta þá sína að þeir geti gert eitthvað fyrir utan. Í staðinn eru þeir að brjóta svona klaufalega þegar Keflvíkingar sækja körfunni. Og þetta er Onni. Sverrir Þór. Komið 4 stig. Sverrir. Góð innkoma hjá honum. Fín sending þarna undir körfuna. Og þetta er Onni. Kristján Rúnar Sigurðsson, 20 með fyrstu stigin sín. Og Soltá. Fín karfa hjá honum þarna. Tveggjastaða skot. Fín vörn þarna, glæsileg vörn hjá Jóni Hafsteinsinni og hann fer alla leið og setur þetta á leið. Já. Þeir eru að lifna við Keflvíkingar. Þetta er algjörlega að gerast varnarmegin hjá Keflavík. Þeir eru að spila frábæra vörn og það er það sem er að koma þeim í þessa stöðu. Já, og eru komnir yfir 32-29. Þarna er Sverrir sem að fær villu. Og Friðrik með skot, þriggjastiga skot. Ekki gekk það. Öflugur hérna undir körfunni Sverrir og hann fer bara í skotið. Já. Þetta er glæsileg. Hann er 7. heitur. Algjörlega, hann er tilbúinn í þetta. Kristján, Ivey. Hann langar að skjóta. Já. Býr hérna til frábært skotfæri en alveg misjafna skot hérna hjá Halldóri Karlssyni. Hann fekk eiginlega bara of gott tækifæri. Já, það vantar eitthvað í þetta hjá Njarðvík. Það er svona, þeir eru eitthvað pirraðir og kannski skotvalið hefur ekki verið nógu gott í núna síðustu sóknir og stemmingin er öll hjá Keflavík. Já. Varnarleikurinn mjög sterkur hjá Keflavík. Þeir taka leikli. Það er Einar Árni Jónsson, hann er ekki sáttur við þetta. Nei, það er algjörlega ástæða til þess að gera eitthvað í þessu. Keflvíkingar konum með 6 stiga forskot, 35-29. Þannig sjáum við Sigurð Ingimundarsson. Og þarna er kollegi hans, Einar Árni. Báðir ætla að berjast og við skulum sjá hvernig þetta fer. Já, það er Williams sem að byrja með boltan og Sverrir. Það er einhvern veginn, þeir eru spila hægar einhvern veginn, Keflvíkingarnir. Já. Finnst manni? Já, nema þegar þeir ná að
verjast vel í vörninni og stela boltanum þá sækja þeir það. Fín vörn handa, Njarðvík. Þarna Halldór Karlsson, hann kominn inn á og þá alltaf einhver hasar í gangi. Það alltaf til í að láta finna fyrir sér og vera á fullu. Já, hann byrjaður að safna villum, komið inn að villu. Það oft þannig annarkvort þá hann hetja eða skúrkur. Hann bara þannig leikmaður. Já, glæsileg sending þarna, 3 stiga tilraun. En þarna tekur hann frákastið, Halldór. Djepaevi sækir hratt upp völlinn. Og nei, ekki Feridóni og Soltá stór þarna. Hann var nú bara kominn. Hann var stóðinn í körfuna, hann kom svo hátt upp, tekur þetta frákast og Keflvíkingar sækja þá. Og Williams leitar að skotfarinu og fer hann upp. Já, glæsilega gert hjá hann. Það svona, eins og við segir, eins og við lítum í, það alveg nýtt í honum. Já, hann svona, núna hann bara einhvern veginn kominn meira svona í takt við leikinn og þeir Keflvíkingar að gera mjög vel að þeir að leita á honum og gefa honum tækifæri til þess að svona finna sig og hann bara, núna hann kominn í gang. Soltá fekk þessa villu og kom með 2 villur. Og hann tekinn út af í kjölfarið. Já, inn á kemur Sigurður Þorsteinsson, ungur strákur sem kemur frá Ísafirði og hefur verið að spila mjög vel í unglingalandsliðunum hjá okkur. Já, 18 ára strákur. Mikill strákur. Já. Hann komið með 3 3 stiga körfur. Ævi. Já. Það munar þetta. Þetta dýrmætt, það ekki spurning. Magnús ætlar að reyna. Sverrir segi ég ætlaði að reyna að fara fram hjá Birmingham. Já. Birmingham spilar þetta mjög skynsamlega. Hann veit hvað Sverrir að leita af. Það var snjallt hjá honum. Já, þetta var svona svolítið heppni þarna yfir þessu. Þessi bolti datt fyrir þá og líka heppni í skotinu. Nú þurfa Njarðvíkingar að sækja heppnina fyrir sig af því að vilja þetta og ætla sér. Egill kominn inn á aftur. Já. 39-32 fyrir Keflavík. Og Djepaevi með skotið, ekki nægilega gott skot, reyndar fín vörn hann líka. Og Arnar. Og yfir á Sigur, já. Þetta hefnaðist næstu í hjá honum. Og Ævi, já, fyrir 3 stiga skotið en Jón Nordal tekur frákastið. Já, það var skipting. Þetta var ekki gott skotval þarna hjá Arnari. Nei. Magnús kemur inn á fyrir Keflvíkinga. Þetta var dálítið kæruleysisleg sending. Það einhvern veginn Birmingham sem vill ekki alveg vildi ekki fá þessu sendingu. Nei, þetta var svona aðeins svo fljót sending kannski. En það svona ekki svona neitt að ganga núna hjá Njarðvík einhvern veginn. Og það svona maður finnst þess að sé svona svolítið pirringur í þeim eitthvað. Já, og Williams undir körfunni. Og fín sending hérna út og 3 stiga skotið en ekki. Þarna annar strákur kominn inn á hjá Keflavík, Þröstur Leó Jóhannsson, hann ekki nú 17 ára. Hann 17 ára og hefur líka verið að spila mjög vel í unglingaliðunum. Hann að sækja hérna ruðning, en glæsileg karfa.
Maður saknaði svolítið að sjá það Guðmundur og Kristján og þessi strákar, þeir þurfa svolítið að sína hvað í þeim býr og koma svolítið meira inn í þetta. Þetta er svona aðeins svo mikið á herðunum á Ævi og Birmingham. Þetta var skemmtilegt hjá Magnúsi. Flott. Glæsileg hreyfing hjá Williams þarna. Já, þetta var flott. Þá er Williams komið með 13 stig. Magnús komið með sína aðra villu og ekki búinn að vera lengi inn á þessum leikluta. Það er svona oft talið ásættanlegt að vera með menn inn á með 2 villur í fyrri hálfleik, en ef menn fá þriðju að þá fá þeir rosalega að tylla sér. Já, þetta var fín tilraun þarna. (41-36) fyrir Keflavík. Suðurnesjir risarnir mætast hérna í úrslitaleik bikarkeppninnar. Það er svona spurning. Þarna er það Birmingham undir körfunni, náðu ekki að koma þessu ofan í og Keflvíkingar sækja hratt upp, en fín vörn þarna, eða hvað, misheppnuð sending kannski? Já, þeir voru ekki alveg á sömu blaðsíðunni þarna. Þetta munaði nú litlu að Guðmundur Jónsson fengi bæði vitið og stiginn. Nei, en þetta var svona, sjáum þarna þessi ungu stóræflilegu strákar, þeir eru svona að gera sín svona mistök í villum og þess aftar. Já. Það fylgir þessu, þetta var svona kannski ekki skynsamlegt að brjóta í þessari stöðu á manni í 3 stiga skotum því að það þýðir 3 vítaskot. Já. Ekki fór þetta voni hjá Guðmundi. Það tóð eftir. Já. 37-41. 3 mínútur og 20 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Og Williams tekur frákastið og Magnús ber upp boltann. Og Þröstur og Magnús. Já, þarna misti hann frá sér boltann, Williams. Já, þetta var ekki nógu vöndu sending. Getaði við hvað ætlar hann að gera. Þeir út fyrir 3 stiga línuna. Og 3 stiga skot, ekki fór þetta honni á Guðmundi Jónssoni. Og hann var villu í staðinn. Já, svona pirraður. Já. Og Magnús alla leið. Já. Það er gaman að sjá þetta. Silki mjúkt hjá Magnúsi. Þetta eru fyrst stiginn hans og fór hérna bara upp á stórumennina og fór létt með það. Og Egill vinnur Birmingham. Það var fínn snúningur hérna á ágætið sendingen. Nei. Læsilega vörn þarna hjá Williams, hann er Og að lesa þetta. Nei. Magnús, já. Hann vildi skjóta þarna fyrir utan 3 stiga línuna, það var alveg á hreinu. Hann fór inn og út aftur. Já, Keflvíkingar eiga þennan bolta. Það var skipting hjá Njarðvík. Út af fer Guðmundur Jónsson og inn á kemur Ragnar Halldór Ragnarsson. Og Keflvíkingar, það er 1:50 eftir innan við 2 mínútur. Glæsileg vörn hjá Agli þarna. Já. Þetta er Njarðvíkingar ná boltanum og hvað, já, frábær gabriðing hérna hjá Birmingham. Þetta var alveg stórkostleg hreyfing og hann bara labbaði í gegn. Já.
Hann komið með 13 stig en þarna var þetta rauningur á Williams. Já. Þetta var góð vörn hjá Friðriki. Akkurat, nú þurfa Njarðvíkingar að nýta sér þetta. Nú svona aðeins þetta með þeim núna. Já. En Birmingham hafa komið með 13 stig, maður hefur nú ekki tekið mikið eftir þessu, en það nú oft þannig að einkenni góðra leikmanna að maður ekki endilega að taka svo mikið eftir þeim. Nei. Já, þarna fer hann aftur. Flott vörn hana. Já, vel hjálpað hjá Keflavík í vörninni. Og Williams undir körfunni, já. Og þeir fá nýja skotklukku. Og tilraun, nei, ekki vill á honni hjá þeim. Og Njarðvíkingar sækja Ragnar með boltan inn á Friðrik. Nú fær hann aftur. Já, Egill þarna undir körfunni. En Gunnar Einarsson fór hérna í hann. Já. Steig hann eiginlega út bara. Já, hann missir einhvern veginn jafnvægið þarna og þetta var þriðja villan. Hann er ekki mjög svona sætt með þetta að sjá. Nei. Það var svona óheppni. Já. Það er ekki gott að fara inn í seinni hálfleikinn með 3 villir á bakinu. Nei, það er svona, kemur ekki óvart þó að hann myndi byrja á bekknum fyrir vikið. Egill setur þetta ofan í. Minkar muninn í 3 stig. Og já, þá muninn komin í 2 stig og 35 sekúndur eftir og Keflvíkingar sækja hratt upp. Og nei, þarna var hann Jón Hafsteinsson óöppinn. Þetta var svona bjartsýni að fara með þessum mætti upp á móti Agli. Það er svona, gefur yfirleitt ekki góða raun. Nei. En Njarðvíkingar geta núna jafna leikinn eða komist jafnvel yfir fyrir leikhlé. Já, þeir eru alltaf að klára skotklukkuna og... Já, þarna var nú... Já, flott, Friðrik jafna leikinn og 6 sekúndur eftir og nú verður þeir að skjóta. Nei, fá villuna. Þetta var afar klaufalegt hjá Njarðvíkingum. Já. Og það er innan við 1 sekúnda eftir 58 sekúndur brot. Jæja, þetta var kannski... Ég held að þeir væru komnir í skotrétt en svo var ekki og þá snýst þetta yfir að vera bara ágæt villa. En þeir verða að vera snöggir. Já, og þá var flautað til leikhlés. Og jafnt í hálfleik. Þetta var nú svona Keflvíkingarnir voru nú samt svona sterkari. En Hallgrímur Eydirason er komin inn á völl. Núna í fyrri hálfleik, hvað finnst þér leik þinna manna? Byrjuðum sóknarleikinn afskaplega illa, svo fór leikurinn aðeins hraðari fyrir okkur og það var strax skárra fyrir vikið. Núna síðustu mínútur höfum við spilað illa og átt erfiðleika með að skora. Hvað þarf að bæta helst fyrir seinni hálfleikinn? Við þurfum bara að halda áfram með sömu braut, við erum yfir og við ætlum að vinna. Takk fyrir þetta. Sendi boltan aftur yfir til þín, Einar. Já, takk fyrir það, Hallgrímur. Hvernig fannst þér leikurinn þróast svona fyrir hálfleikurinn? Mér fannst þetta bara athyglisvert hjá Sigurði að þetta eru menn sem hafa trú á hlutunum. Staðan 43-43 og hann er samt staðráðinn í þessu yfir. Já. Þannig að það er gott hjá Sigga. Nei, þetta var, ég held að Siggi hafi sagt þetta alveg svo þetta var sko, að þetta, eins og þetta er búið að vera hérna í fyrri hálfleik, eins og við verðum að tala að þetta byrjaði svolítið styrkja og Keflavík í sóknarleiknum en síðan með sérstaklega frábærum varnarleik þá komust þeir svolítið í hraðarleikinn og náðu sér aftur inn í leikinn og virtust vera svona í bílstjórasætinu. Og en svo eru Njarðvíkingar að koma aftur tilbaka og þannig að ég held að seinni hálfleikur verður bara frábær. Já, við hlökkum til að sjá seinni hálfleikinn en fyrst ætlum við að líta á brot úr undanúrslitaleikjunum sem fóru fram í fyrradag. Við byrjum á leik Skallagrímsmanna og Keflvíkinga þar sem þeir bræður Sigurður og Valur Ingimundarsynnir stjórnuðu sínum liðum en þetta var í 29. skipti sem að þeir mætast sem þjálfarar með lið á vellinum. En Skallagrímsmenn komu mjög ákveðnir til leiks og byrjuðu þetta vel. Það er Darrell Flake sem skorar fyrstu körfuna í leiknum og staðan 2-0 og Skallagrímsmenn strax búinir að vinna boltan aftur og Jóvan
Stravevski með glæsilega 3 stiga körfu í leiknum en hann átti mjög góðan leik Stravevski. Staðan 5-0 og Keflvíkingar komnir í sókn og hér er það Tómas Zoltán sem skorar og minnka munin fyrir Keflvíkinga en Stravevski aftur með 3 stiga körfu og nú breytir hann stöðinni 8-2 glæsilega gert hjá honum. Nú Tómas Zoltán kominn á vítalínuna, hann skoraði úr 2 vítum og minnkaði munin í 8-4 og Keflvíkingar að hressast. Og þá er það Gunnar Einarsson með laglegt gegnumbrot, minnka munin í 2 stig 8-6. En Skallagrímsmenn sem eru til alls líklegir í vetur komnir í sókn og snirtilega gert hjá Darrell Blake 10-6. Og Keflvíkingar reyna fyrir sér en skoti geigar og þeir bruna upp í hraðahlaup og enn er það Jovan Stravovski með 3 stiga körfu, staðan 13-6, frábær byrjun hjá Skallagrímsmönnum. En Keflvíkingar tóku sig á í kjölfarið. Gunnar Einarsson skoraði úr 2 vítum og það gerði Jermaine Williams líka og Arnar Freyr Jónsson og hér er hann aftur á ferðinni og hann með þessari glæsilegu körfu kemur Keflvíkingum í 14-13. Og við hlaupum yfir dágóðan kafla og komum til leiks þegar staðan er 38-39 og 1:24 eftir að fyrri hálfleik. Skallagrímsmenn í sókn og hér kemur Sveinn Blöndal og hann skorar 40-39. Já, laglega gert hjá honum. En þá er það Sjóvan aftur og hann skorar 43-39. 3 stiga karfa hjá honum og staðan 45-40 í hálfleik. Nú Skallarnir byrjuðu vel í seinni hálfleik og hér er það Dimitar Karadovski sem skorar fyrir Skallagrím og hann breytir stöðunni 48-40. Og enn eru Skallagrímsmenn komnir í sókn og vel gert hjá Sjóvan Stradevski og hann breytir stöðunni í 50-40 og þá er það Darrell Blake með skemmtilegt sveifluskot 52-40, 12 stiga munur. Og eitthvað þurftu Keflvíkingar að taka til bragðs og þeir gerðu það. Sverrir Þór með sendingu á Arnar Frey og hann skorar og minnka munin þarna í 10 stig. Þeir náðu síðan að minnka munin jafnt og þétt og við komum til leiks þegar staðan er 70-68 fyrir Skallagrím, aðeins 2 stiga munur og Sverrir Þór með fallega sendingu á Jón Nordal Hafsteinsson og hann jafnameitinn 70-70. Þá er það Darrell Blake, kemur Skallagrími í 72-70. Og hér er það Jón Nordal og hann aftur í gegn og skorar og fekk víti og skoraði reyndar úr vítinu og eftir þetta þá voru Keflvíkingar yfir. Hér er það Jermaine Williams sem skorar fyrir Keflavík, breytir stöðunni þarna í 77-75 og loka tölur í leiknum voru 88-81. Nú Sjóvan Stravevski var stigahæstur hjá Skallagrími með 29 stig en Jermaine Williams skoraði 24 fyrir Keflvíkingar sem með þessum sigri tryggðu sér sæti í úrslitunum. Nú hinn undanúrslitaleikurinn var viðureign Njarðvíkinga og KR-inga og þetta var bráðfjörugur og skemmtilegur leikur. Friðrik Stefánsson kom Njarðvíkingum í 2-0 með þessari körfu en KR-ingar svöruðu að bragði og það er Jermaine Sola sem skorar þessa laglegu körfu fyrir illa með Friðrik og Njarðvíkingar komnir í sókn, Jeb Ivey með skot en Egill Jónasson fylgir vel eftir og kemur Njarðvík í 4-2 og KR-ingar koma upp með boltan og Tyson Patterson skorar fallega körfu og breytir stöðunni í 4-4. Geysilega lipur og léttleikandi leikmaður eins og reyndar Jeb Ivey sem fer hér, sendir á Egill og þá Brenton Birmingham og hann aftur á Egill, falleg spil hjá Njarðvíkingum og þeir komast í 6-4. Já, mikill hraði og skemmtilegu leikur. Njarðvíkingar í hraðahlaup og Jeb Ivey skorar laglega körfu aftur fyrir sig og kemur Njarðvík í 8-4 en þá er það Sola aftur, Jermaine Sola skorar 8-6. KR-ingar ekkert á að hleypa Njarðvíkingum fram úr sér og Jeb Ivey með boltan og þá Friðrik og sjáuðu Friðrik veður bara í gegn sjálfur og skorar laglega 10-6 en þá er það Jermaine Sola með skot, 3 stiga skot og hann minnka munin í 10-9. KR-ingar komur síðan í 12-10. Hér eru Njarðvíkingar með boltan, missa knöttinn og KR-ingar bruna upp. Tyson með laglega sendingu og KR-ingar skora og aftur er það Jermaine Sola kemur KR-ingum yfir í stöðunni 12-10 en þá er það Brynjar Þór Björnsson gerir þetta mjög snirtilega og skorar og kemur KR-ingum í 4 stiga mun 14-10. KR-ingar í sókn
geta aukið muninn og gera það, laglega gert hjá þeim. Pálmi Sigurgeirsson gerði það og þarna breytir hann stöðun í 16-11. Friðrik Stefánsson skoraði úr víti þarna á milli. En þetta Brenton Birmingham, hann skorar fyrir Njarðvíkinga en staðan eftir fyrsta leikluta var jöfn 23-23 og 47-45 Njarðvík í vil í hálfleik. KR-ingar gerðu síðan 33 stig gegn 24 í þriðja leikluta og náðu að komast yfir í stöðunni 78-71 þegar fjórði leiklutin hófst. Og það var mikil spenna í honum þar sem Njarðvíkingar náðu að snúa leiknum sér í hag þegar jöfnuðu metin og komust yfir. En hér sjáum við skemmtileg tilþrif hjá Tyson og það Jeremiah Sola sem fylgir vel eftir og skorar. En Njarðvíkingar reyndust sterkari á lokasprettinum og þeir sigruðu með 102 stigum gegn 95. Hér Tyson að svara fyrir KR-inga. Tyson Patterson var stigahæstur í liði KR-inga með 31 stig. En Egill Jónasson sem að síðast hér skora laglega stóð sig einnig vel fyrir Njarðvíkinga, skoraði 15 stig. Brenton Birmingham var með 17 í liði Njarðvíkinga en Hjörtur Einarsson skoraði 19 stigahæstur var hins vegar Jeb Iway. Hann var með 29 stig hjá KR-ingum var að Tyson Patterson sem skoraði 31, Jeremiah Sola 21 og Petter Heiser skoraði 15. Já, þetta voru undanúrslitaleikirnir, þeir voru æsi spennandi. Jón Arnar, hvernig líst þér á seinni hálfleikinn í þessum leik? Mér líst bara mjög vel á þetta verður virkilega spennandi. Þau eru bæði búin að sýna mjög góða kafla hérna í fyrri hálfleik, bæði liðin og það verður svolítið svona kaflaskipt eins og tölum áðan. Þannig að þetta verður bara gaman. Já, þetta æsi spennandi. Það jafnt 43-43 og við skulum sjá hvort að við erum með eitthvað tölfræði hérna. Brenton Birmingham í liði Njarðvíkur stigahæstur með 13 stig. Jeb Iway reyndar líka með 13 stig. Brenton með 2 stóðsettingar og Iway 3. Friðrik Erlendur Stefánsson með 6 stig, Guðmundur 5, Egill með 4 stig, Kristján 2 og 43 stig og 10 frákvæðst. Þarna Jermaine Williams með 13 stig, stigahæstur og Tómas Soltá með 12 og Arnar Freyr 7 og Sverrir Þór 1 og Jón Nordal Hafsteinsson með 2 eins og Magnús Þór Gunnarsson. Og við sjáum hérna Jermaine Williams og Tómas Soltá eru báðir með 2 villur og Gunnar Einarsson með 3 villur. Já. Þannig að þetta svona svolítið slæmt að hafa 3 villur á bakinu núna. Já, einmitt, en það svona, ég gerir ráð fyrir það að hann byrji út af hann Gunnar fyrir vikið. Já. En svona við höfum svona, mér finnst svona kannski eins og hjá Njarðvík, þá finnst mér sko að það þurfa fleiri að svona aðeins að stíga upp hjá Njarðvík. Brenton og Iway eru að spila vel en svona bæði Friðrik og fleiri þarna þurfa svona aðeins að vera svona ákveðnar í sóknarleiknum. Heldur að þeir muni gera mikla breytingar svona herrskipulega séð, ætli þeir breyti vörninni, fari í svæðisvörn eða? Nei, ég á nú ekki vonað því. Ég á nú vonað því að þessi lið séu svona meira að svona þreifa sig áfram með þessa hluti og komi ekki til með að gera mikla breytingar. Nei. En það eru Keflvíkingar sem byrja með boltan og Soltá. Brotið á honum. Þessi strákur mjög góður, þessi Soltá. Þannig ég held að það verið mjög fróðlegt að fylgjast með honum hérna í vetur. Og hann getur komið inn yfir og gerir það. Já, 45-43, Keflvíkingar
taka forskotið hérna í byrjun síðari hálfleiks. Spurning hvort að þetta sé vísbending það hvernig leikurinn muni þróast. Það aldrei að vita. Skulum sjá hér í Teppa Ævim boltan á Egil. Egil með slaka sendingu þarna á Friðrik og Arnar sækir þetta upp. Fín sending þarna á Sverrir. En hann virtist nú fjall nú þarna illa við. Þetta sjá þetta aðeins aftur hérna hvernig hann hreinlega bara dettur á baki. Spurning hvort það hefur verið ítt við honum. Já, hvort hann sé ítt, það spurning. Hann allavega óánægður með þetta. Spurning hvort hann að kvart yfir bleitu á gólfinu eða eitthvað. Allavega fjall hann illa við og hérna, það var ekkert dæmt. Það eru Njarðvíkingar og taka áhrundu við sér. Já, hann ennþá reiður. En Sverrir Þór fékk hann að strax villuna. Við höfum nú séð þetta oft áður gerast akkurat svona. Menn verða fúlir með hlutin öðrum megin og fara tilbaka og brjóta sér í vörninni hinum megin. Já. Glæsilegt á Brenton þarna. Hann sækir ákveðið að körfunni. Bakverðirnir hjá Keflavík sem inn á núna eru töluvert lægri heldur en hann og hann að reyna að nýta sér það með því að sækja svona að körfunni og komast upp að og nýta hæðina þannig. Þarna sjáum við að þarna, nú hann Sverrir komið með, fekk hérna þriðju villuna sína og svo fjórðu núna. Já, hann fekk tækni villu þarna. Hann hefur verið eitthvað að brúka kjaft. Já. Já, þetta hefur ekki gott fyrir Keflvíkinga. Nei, þetta nú reyndar mjög óvanlegt að Sverrir sé með svona læti. Hann nú yfirleitt svona prúður og stilltur. Teppa Ævi getur jafna leikinn aftur. Já, þetta hérna dýrmætt í að þeir fá vítaskot og fá svo boltan aftur. Já, hann öruggur í vítunum. Og Ævi þá komið með 15 stig og Njarðvíkingar fá boltan aftur. Komnir yfir 48-45. Já, þetta var feitur biti þarna. Já. Komið að skora 5 stig í þessari sókn og hafa tækifæri að bæta 3 við. Og Egill hittir ekki, Friðrik tekur frákastið og nei, mikil barátta þarna undir körfunni og Williams tekur frákastið. Laufalegt hjá Friðrik hérna. Já, hann hefði getað sett þetta og nýta þetta betur. Og svolt á fær brotið á honum. Sjáum þarna Egill fyrir í hann. Þetta er fyrsta villan hans Egils. Já. Það var ágætt að eiga nokkrar inni þar. Já, akkurat. Hann flott á, setur þetta ofan í. Já, 48-47. Og Tómas Volta kom með 16 stig. Það er svona sagt Njarðvíkingarna, þeir séu bestir í seinni hluta leiksins. Já. Þeir séu kannski dálítið lengi á stað en svo alveg rulliðir yfir liðin í svona seinni hluta leiksins. Já, þeir hafa oft klára leiki svoleiðis. Já, þarna var Friðrik eitthvað aðeins svona á mörkunum. Já, en þetta voru skemmtileg tilþrif þarna hjá Gunnari. Það er lítið leikrænt á honum. Klárlega villa. Láta heyra í sér þegar núna eru menn að kýtast töluvert mikið og láta finna fyrir sér og halda og sem betur við þá eru dómararnir með tök á þessu og hérna refsa mönnum. Frábært spil, æsilegt spil þarna. Tómas Volta fyrir þarna frábæra sendingu frá Gunnari. Hann kom með 18 stig. Þetta galopnaðist vörnin hjá
Njarðvíkingum. Jájá, fín sending og Friðrik, hann setur þetta ofan í. Bæði lið eru að leita töluvert mikið núna inn í teig og Birmingham, þeir eru 2 og 2 þarna, Egil missir boltan frá sér en Egil nær honum. Frábært hjá Brenton. Þetta var þriggja stiga Caronas og... Já, ég held að hann sé búinn að taka 3 skot og hitt úr þeim öllum. Fyrir utan þriggja stiga línuna. Það vantar svona einhvern kraft í þetta hjá Williams. Og Birmingham og Ivy og Williams til varnar. Hvað ætlar hann að gera? Já, frábæri vörn þarna hjá Williams. En boltinn fór út af. Hann með langar hendur og töluvert lengri og hann nýtir sér það, truflar Ivy. Já. Það sjáum við Magnús. Hann ekki alveg... Nei, hann hefur ekkert farið svona almennilega í gang fyrir utan þriggjastigalínuna og... Nei. Hann á eitthvað inni þar. Já. Og þá fáum við leikhlé. Já, Njarðvíkingar hafa svona verið aðeins sprækari. En svo stigataflan ber með sér 53-49 fyrir Njarðvík og... Þetta byrjar kannski svipað og fyrri hálfleikurinn þar sem að Njarðvíkingar voru svona undan en svo leið og innáskiptingar það fóru að koma inn á og þá komu Keflvíkingarnir sterkari inn og það er spurning hvort að það verður saman munstri núna eða hvort að við fáum eitthvað breytt þar. Já. Þannig eru Keflvíkingarnir að ráða sínum. Og Jeff Ivy er nú með töfluna. Já, hann er einhverja tillögur hérna. Fyrir íslenska körfuknattleik þá hlýtur að vera mikilvægt fyrir ungu strákana að hafa, maður getur bara sagt það hreint út, betri leikmenn til þess að svona læra af. Já, það er ekki nokkuð spurning. Þetta hlýtur að hjálpa íslensku körfuknattleik eða hvað? Það er ekki nokkuð spurning. Það er ekki, sterkir leikmenn sem er að koma hérna, þeir náttúrulega gefa mönnum mikið og bæði sína mönnum hvernig á að gera hlutina og svo framvegis. Já. Það er alveg frábært. Og það er náttúrulega þannig að það er mikið úrval af erlendum bandarísku leikmennum sérstaklega í boði. En hins vegar þarf þetta náttúrulega að vera svolítið jafnvægi í þessu. Það má náttúrulega ekki vera of mikið af útlendingum. Við þurfum náttúrulega að hafa okkar menn í einhverjum hlutverkum. Já. Og mér finnst svona varhugavert ef að liðin eru komið með 3 eða eitthvað svoleiðis sko, eða fleiri útlendinga sem að spila nánast alla leikinn því þetta eru bara 5 stöður inn á í einu og ef með 3 sem að dekka það þá ertu bara með 2 stöður, kannski minni áttar stöður fyrir íslenska leikmenn. Já, já. Nú er eitthvað vesen með leikklukkuna, það er bara slökkt og mér sýndist að þeir verða að ræsa forritið aftur. Það voru hérna með Windows 98, það er nú kannski mest að fara að uppfæra það. Já. En það eru einhver stíð á snúruna. Þetta er náttúrulega ekki gott þegar þetta gerist, það er menn kólna og svona missa takting kannski. Akkurat. Við höfum ekki séð eins og við erum að tala mikið af langskotum eða þriggjastigaskotum hjá Keflavík í þessu leik. Í undanúrslita leiknum þá skoruðu þeir aðeins eina þriggjastigakurfu úr 14 tilraunum sem að þykir nú afar lítið á þeim bænum og óvenjulegt því að venjulega hafa þeir verið að skora svona 10 þriggjastigakurfur í leik að meðaltali. Þannig að en það er svona svolítið merki svona breyta kannski áherslur og breytan hóp sem þeir eru með núna. Já, þeir eru
eitthvað að vinna í tölvumálunum ennþá hérna niðri við dómaraborðið og við skulum vona að ykkur muni stöðuna. Ja, þetta allt saman skráð sem betur verð. Já, það er spurning. Spurning hvort að þetta hefur ykkur áhrif á leikinn. Við skulum bara vona að þetta verði ekki langt stopp heldur bara stutt og þá verður þetta allt í góðu. Já. Það er spurning hvort að Hallgrímur Indriðason viti hvort að það sé eitthvað, hvað er að gerast hreinlega þarna niður á velli. Hallgrímur, hvað er að gerast? Það virðist einfaldlega bara hafa gerst það að tölvan sem heldur klukkunni gangandi hefur hrunið og þeir eru að vinna í því að ræsa hana upp aftur svo að hún geti komið klukkunni af stað. Þannig að við bara bíðum spennt og sjáum hvort að þetta fari ekki að gerast fljótlega. Já. Já, en hvernig, nú eru þessi tvö lið hér í úrslitaleik og KR og Skallagrímur voru í undanúrslitunum, hinn 4 fræknu lið sem komast í undanúrslitin. Finnst þér þetta gefa einhverja mynd af því hvernig mótið muni verða í vetur? Já, ég held að þetta gefi nú svona ákveðna mynd af því, en hins vegar er það nú svona verið mjög jákvætt hvernig þetta er þróast núna. Það eru hérna öll liðin nánast sem að hafa verið svona að gera metnaðarfulla breytingar í leikmannamálum og sínum málum, þannig að það eru fleiri lið sem að svona kannski eru svolítið óskrifað blað og verður fróðlegt að fylgjast með. Hefur þú á tilfinningunni að það sé eitthvað Spútnik lið sem kemur á óvart? Ég veit það ekki, mér finnst það svolítið erfitt að segja svona strax sko, en hérna þessi lið eru náttúrulega með hefðina og það er náttúrulega ekki spurning að þau verða sterk. Ég held að KR-ingar ætti að verða mjög sterkir. Já. Svo eru vesturlandsliðin Skallagrímur og Snæfell sem ætti að vera líka mjög góð. Já. Þannig að mér sýnir samt að svona flest liðin séu svona með mikla væntingar og ég held að þetta verði mjög skemmtilegt mót. Já, en nú er klukkan sýnist mér komin í lag. Staðan er 53-49 og er það ekki svona svipað á því nokkuð nálægt því sem var áðan? Við skulum vona að það sé ekki langt frá því. Já, og 6 mínútur og 55 sekúndur eftir af þriðja leikluta og leikmenn eru komnir inn á völlinn og bara eftir að setja villurnar þarna inn á klukkuna líka og þeir ætlaði bara að bíða með það, held ég. Já, dómarinn gefur grænt ljós á þetta og það er Njarðvík sem er með boltann, Djabævi. Já, hann bara skýtur en missir Max og það er Keflavík sem að hefur þá sína sókn. Williams, já, hann hefur ekkert kólnað niður í þessari smá pásu og Birmingham fín gabbreiðing þarna, ætlaði nú að tróða þarna með tilþrifum en brotið á honum. Já, það er að gera að sýna hvað menn geta í svona leikjum. En það var nú klaufalegt brot hjá Soltá, þriðju villi sína. En hann fær víti. Og þetta er ofan í. Þetta var þriðja villan, þetta var Williams sem fekk þessa villu og þetta var þriðja villan af hann. Jáhá. Þannig að hann svona, hann allavega má ekki við því að fá aðra fljót. Nei. Það er Bretton Birmingham komið með 19 stig. Arnar kominn þarna og Soltá snýr sér við og skýtur. Glæsileg karfa hjá honum. Þetta eru glæsilegar hreyfingar hjá þessum strák. Hann myndi á 20. stigi hjá honum. Já, Friðrik Birmingham. Þeir brúka núna sama mannskapinn
búin að vera með svipað lið eiginlega frá því þeir byrjuðu í 17 leik. Já. Og sjá hvort þeir fara að gera einhverjar breytingar fljótlega. Þetta er gangi ágætlega hjá Njarðvíkingum. Þetta var ekki góða fréttir fyrir Keflvíkinga. Gunnar kom með 4 villur. Nei. Ég sá því að hann sé ennþá inn á. Sigurður hlýtur að gera eitthvað í því núna. Já. Arnar Freyr. Já, ekki tókst þessi sending vel. Finnvarðan eða Friðriki. Gunnar kemur út af fyrir Jón Nordal. Fimm mínútur og 40 sekundur eftir af þriðja leikluta. Og Arnar þarna einhvern veginn upp gegn alveg munherri mönnum. Hann átti litla möguleika að koma þessum bolta frá sér en vann þó villuna. Já, hann reyndi að senda þarna á Williams og Ragnar ýtti honum. Eða hélt honum ekki. Þannig að það er 5. villan á Ragnar. Já, Ragnar sestur á bekkinn, kemur ekki meira við sögu í þessum leik. Og Williams kominn á punktinn og setur þetta ofan í. Hann hefur nýtt vítin vel í þessum leik. Já. Hann kom með, þetta er 8. stigið hans úr vítaskotum og það er oft þessi skot sem að ráða úrslitum í leiknum. Já, mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt. Algjörlega ástæðulaust að klúra slíkum færum. Friðrik þarna í upplöfu tækifæri en það er ekki að nýta það. Og það koma Keflvíkingar. Jón Nordal fer undir, eða skiptir kant og Arnar fín gabbreiðing þarna en stíginn út af Agli. En vinnur boltan aftur. Greiðlega barátta í honum. Fín sending hjá hann og Jón Nordal leggur þetta ofan í koruna. Þetta var góð rispa hjá Arnari Frey. Já, það er málið að gefast ekki upp, halda áfram og hann sýndi það þarna. Já, útsjómasamur og spriklaði þarna fyrir börjun inn stóra mennina. Og það er enn eitt vítið. Arnar steig þarna fyrir Brenton og var að trufla hann og fékk villu fyrir vikið. Held að þetta verði hárrétt. Hvernig finnst þér dómararnir hafa verið svona? Ég finnst þeir hafa verið bara góðir í svona. Þeir halda svona stjórn á hlutunum og þetta eru menn alltaf svona svolítið pirraðir og svo framvegis en þeir hafa verið bara svona samkvæmið sjálfum sér og það er aðalatriðið. Já. Já, 2 stiga munur. Þetta er alveg nýjamt eins og það hefur verið í rauninni allan leikinn og þetta stefnir bara í æsi spennandi loka mínútur ef þetta heldur svona áfram. Keflvíkingar ná frákastinu. Keflvíkingar að ná svolítið núna þessum lausu boltum og þetta svona sem er að detta, það dettur svolítið fyrir þá núna og Tómas þarna undir körfunni mikilli baráttu og fær dæmt á sér skref. Hann vildi nú fá villu þarna. Já. Hann tipplar svolítið þarna undir og er ekki alveg í, en þetta er rétt. Já, þeir gera í sjálf og sér ekkert annað en bara standa þarna. Já. Það er ekki þannir. Og Ævi og Friðrik. Og Guðmundur undir körfunni, lætur vaða, nei, hitt ekki einu sinni hringinn. Og löngsending en slæmsending. Jeb Ævi kemst fyrir þennan bolta og reynir þryggjastafskot en það tekst ekki og
Magnús Þór Gunnarsson tekur frákastið. Hann tekur bara skotið, en þarna vildi hann nú fá villu. Já. Það var eitthvað stukkað við honum. Já, mér sýndist Brenton Eaton og þarna. Nú hrannast villurnar upp. Mér sýnst þetta hafi verið villa á... Já, og Einar Árni Jónsson, þjálfari Njarðvíkur, er nú ekki sérstaklega ánægður með dómgæslunni. Akkurat núna komur hérna eitthvað að tjá sig. Og Jeb Ivey á vítapunktinum og klikkar á þessu. Og hann er með svona frekar einkennilegan skotstíl, hann Jeb Ivey, þó hann sé alveg frábær skytta, þá svona er hann með ekki svona kannski skólabókadæmi hvernig á að gera hlutina. Hann notar svolítið báðar hendur í þessu. Já. En það sem virkar, það er það sem er alltaf best. Já. Já, Jón Nordahl boltan á Williams, Soltá. Nú þurfa þeir skotið. Ekki vikið það ofan í og Njarðvíkingar fá boltan. Þriggja stiga munur. Njarðvíkingar hafa núna verið að loka betur í teignum og miðjunni og þá þurfa Keflvíkingar að fara að setja eitthvað af þessum skotum fyrir utan onni. Það er aðeins að teygja á vörninni og opna svæðin. Já. Þetta var glæsilegt. Að gera nýta hæðina þarna. Fín sending hjá Birmingham og Egill er bara þarna í háloftunum. Já. Og svo frábær vörn hjá honum þegar hann kom þarna hinum megin. Og kannski að sjá það. Það eru Keflvíkingar eiga víti. Já, hann setur þetta bara allt saman núna. Hann á 9 hjá Williams. Já. Eldheitur. Hann er með 19 stig. Nú er Egill kominn þarna inn á og spurning hvort að þeir muni stíla inn á það að... Nei, Jeb Ivey tekur þriggja stiga skot en ekki fór það onni og það eru Keflvíkingar sem að eiga boltan. Þarna var hann Arnar Freyr Friðrik Óvannesson hafði frákastið samt og hann ber upp boltan og Tómas tekur hann en fín vörn þarna hjá Agli. Já, þarna var hann búinn að finna sér stöðu. Las þetta vel. Já, kannski, já. Hann er nú með aðra löppin á hreyfingu. Það er erfitt að meta þetta. Já, það er mjög erfitt. En þetta var svona svolítið skógaferð hjá Soltá og þetta er nú kannski ekki akkurat það sem hann á að vera að leita af að fara í þessa stöðu svona strax í byrjun sóknar. Og þriggja stiga skot frá Guðmundi en Arnar Freyr fær villuna. Já. Það er þriðja villa hans. Já, það er nú svona komin víða villuvandræði. Já. Þetta getur skipt gríðarlegu máli. Algjörlega. Og þá reynir á breiddina. Já. Hvernig menn svona aðlagast því að þurfa að breyta. Já. Hvort liðið heldur að hafi meiri breidd? Ég held að Keflavík klárlega með betri breidd. Já. Mér finnst það svona að hafa komið svolítið í ljós í þessum leik, sko. Leið og það hefur verið skipt inn á þá hefur þetta verið svolítið brothætt hjá Njarðvík. Já. Já. Þá er innan við 2 mínútur af þessum leikhluta eftir og
Keflvíkingar taka skiptingu. Skipti inn á leikmanni og setja Sigurð. Já, ætla greinilega að gefa Solt á nokkra mínútur núna til þess að hafa hann óþreyttan í lokasprettin. Já. Og Arnar Freyr á punktinum. Og hann setur þetta ofan í, já. 61-65. Þeir hanga ennþá í Njarðvíkingum. Og Egill með 3 stiga skot. Ekki fór það ofan í og Williams hoppar hæst allra og tekur frákastið. Og hvað ætlar hann að gera? Jón Nordal, já, glæsileg. Þetta var óöfni, þetta hefur verið fallið karfa þegar hann fór ofan í. Já, skemmtileg tilþrið þarna en vantaði. Hann rúllar upp úr þetta óöfni. Hann lipur þegar hann fer af stað. Já. Og Egill þarna fyrir utan. Og það í smá vandræðum þarna. Já. Og mínúta eftir. Frábæri vörn hjá Keflvíkingum. Þeir sækja hratt. Já. Glæsileg hreyfing. Þetta var alveg frábær tilþrif frá Þresti Leó 17 ára. Og sýnir þarna frábæra takt að skora sín fyrstu stig í þessum leik. Frábær vörn, vel lesið þarna. Já. Og Jón Nordal, það ungumennirnir sem eru að taka skarið núna. Já. Og jafna leikinn, 65-65. Þetta það sem að Keflvíkingar þurfa, aðeins búst. Akkurat, og þetta gerist alltaf í varnarmi. Þeir eru að spila frábæra vörn og þetta þeir hjálpast að og... Sjáum hér mikil fagnaðarlæti á bekknum hjá Keflvíkingum. Já, þetta frábært. Frábær varnarleikur. Það skiptir gríðarlega miklu máli að spila góða vörn, að þá fá menn auðveldari körfur. Já, það alveg líkilegt. Það bara mjög gaman að sjá varnarleikin hjá Keflavík. Það svona mikið samvinna og þeir gera þetta saman. Já. Og þar rann leiktíminn út og það hnífið jafnt. Já. 65-65. Það var í hálfleik. 43. Já, 43-43. Þannig að þetta heldur áfram að vera jafnt. Þetta svona svolítið sama munstrið það var í fyrri hálfleik að leðu þeir fara að skipta inn á Keflvíkingar þá komast þeir inn í leikinn og einmitt með varnarleiknum að það kemur svona einhver þreyta í Njarðvík leðu þeir svona líður á leikinn og Keflvíkingar að vera að nýta sig það. Já. Og spurning hvort að það sé það sem gerist núna eða hvort að Njarðvíkingar ná að hrista þetta eitthvað af sér og ég finnst vanta einhverja fleiri svona til þess að vera þáttakendur í Njarðvíkurliðinu. Þeir eru dálítið mikið bara tveir þarna Ævi og Birmingham í sóknarleik. Já, þeir bera þetta hreinlega uppi. Það vantar svona fleiri leikmenn þarna, það eru sterkir leikmenn þarna inn í þessu Njarðvíkurliði sem hafa ekki sýnt mikið í þessum leik. Nei. Já. Þá loka hnykkurinn eftir fjórði leikluti að hefjast. Staðan 65-65 og hér sjáum við flotta körfu Williams og Jón Nordal Hafsteinsson. Þetta voru mikilvæg stig fyrir Keflvíkinga. Það alveg frábært að þegar menn eru búin að leggja hart að sér í varnarleiknum og vinna vel þar að fá svona verðlaun og uppskeru eftir það auðvitað. Já, Njarðvíkingar þarna hefnir. Birmingham og Friðrik. Brotaði honum. Sigurður Gunnar, 18 ára. Hann nú engin smá smíði. Hann Sigurður Gunnar, þrátt að vera aðeins 18 ára. Nei. Það eru liftað þarna í Suðurnesjum. Já, hann
er nú bara nýkominn til Keflavíkur, hann er frá Ísafirði og hefur verið þar og almennt þar á einhverju sérstöku fæði. Já, það er bara að borða harðfisk eða eitthvað. Eitthvað fleiri en harðfiskur. Já. Og Ævi tveggja stiga skot og þetta er ekki ofan í Jón Nordal tekur frákastið. Það vantar eitthvað svona flæði í þetta hjá Njarðvík. Fínt hlaup þarna. Og Birmingham blakar boltanum út af. Með þriggja stiga skot en hittir ekki á ramann eða hringinn þetta er frekar að segja. Ég veit svona veruleg þörf hjá Njarðvík núna fyrir innáskiptingu að svona aðeins að mér finnst eins og menn séu orðnir dálítið þreyttir þarna sumir og þurfi aðeins að blása. Ég veit ekki hvort að Einar hefur ekki nógu mikla trú á sínum mönnum þarna á bekknum eða hvað. Hann er kannski að bíða aðeins. Það er að láta þetta reyna aðeins lengur. Já. Mikil átök þarna og Keflvíkingar hafa betur. Þarna var Arnar Freyr aðeins grimmari. Sjáum hérna. Falla þarna hver annan, eða hvorum annan þveran. Og þeir hafa bara ekkert skorað sem afverð þessum leikluta. Nei. 2 mínútur og 15 sekúndur liðnar og við bíðum með það til stígi. Það er svona eins og að segja eitthvað tauga. Titringur í mönnum. Það er ekki nokkuð vafið, það er svona eitthvað svoleiðis í gangi. Og Þröstur Leó fær aðra villur sína. Hann dæmdi tæknivillu þarna fyrir það var einhver sem var að mótmæla í Keflavíkurliðinu. Ég sá nú ekki hver það var, hvort það var Þröstur. Það er hugsanlegt að hann fengi vill tæknivillu. Þá eru auðveld stig fyrir Njarðvíkinga. Já, þetta eru dýrt að vera að nöldra í dómarunum í svona leikjum. Þetta er annað skipti núna hjá Keflvíkingum. Þetta eru bara 2 auðveld stig á vítalínunni og svo fá þeir boltann aftur. Já, þetta er ekki gott fyrir Keflvíkinga. Þarna er Ævi að skora sín 18. stigið sitt. Og dómarinn er nú eitthvað að koma einhverjum skilabúðum til leikmanna þarna. Já, þetta fylgir nú oft svona þegar mótið er að fara á stað. Þá eru menn búin að leggja hart að sér yfir sumarið og koma fullir af spenningi og ákafa og þá verður gremjan alltaf dálítið mikil sko. Ekki búin að blása út í nokkra leiki. Nei, akkurat. Þannig að það er oft bitnar það á dómarum. Já, þetta fórum boltinn bara beint út af og Keflvíkingar eiga þá möguleika á að jafna leikinn. Það komast yfir 2 stig skilja liðin að. Og Þröstur og fín vörn þarna. Það er engin öfundsverður og þurfa að eiga við turninn. Og Ævi með skot. Þetta er ekki vildu það ofan í. Nei, það er ekkert að fara ofan í núna. Já. Og Williams, nú sækir hann að. Hann ætlar alla leið. Fín vörn hann hjá Friðriki. En Njarðvíkingar vinna boltann.
Keflvíkingar hafa nú ekki skorað samt sem áður hjá þeim í þessum leikluta. Nei, mér finnst alveg löngu orðið tímabært að setja Solt á inn á. Ég sé hann að fara núna í það. Já. Hann sem hefur verið svona stöðurleikinn hjá þeim í sóknarleiknum í þessum leik. Þarna var Guðmundur Jónsson að fá sína 4. villu og var ekki ánægður með það. Líklegast hindrað þarna Keflvíkingin í hlaupi. Og þá var það Williams Soltá komin inn á og strax í barningin. Já. Og fær hérna dæmda villu á Njarðvíkinginn. Hann lætur strax til sín taka í sókninni. Já, Friðrik fær hérna 4. villu sína, komin í smá vandræði og það er ekki bara það að menn geti skorað, heldur er það dýrt fyrir andstæðinginn að fá á sig villur. Já, núna eru rúma 6 mínútur eftir að leiknum og Friðrik með 4 villur og það er kannski því að hann getur ekki beitt sér eitt mikið í varnarleiknum. Já. En kannski hlífið sér eitthvað aðeins. Já, en Soltá verður hins vegar að nýta vítið. Já. Og hann klúrar báðum og þetta verður dýrt fyrir það. Hann hefði getað jafnað leikinn hérna. Það er 65-67 staðan núna fyrir Njarðvík og 6 mínútur eftir. Og í rauninni eru vítin hjá Jeb Ivey hérna áðan 1-2 stíl sem hafa verið skoruð í þessum leikluta. Það er alveg ótrúlega. Það er alveg með ólíkindum. Þetta er bara ein allsherjar taugaflækja hérna inn á vellinum. En sjáum hvað gerist. Öflug vörn hérna hjá Njarðvíkingum. En glæsileg sending og Jón Nordal náði ekki að nýta þetta. Þetta var fín sending inn á teginn. Og hér kemur Jeb Ivey. Og leitur að þriggja stiga skotinu og ekki ferða ofan í. Það er að verða búnar 5 mínútur hérna og ekki nema 2 víti komin. Nei. Og Williams og Soltá og hann skorar. Dauðafríður og skorar fyrstu 2 stig Keflvíkinga í þessum leikluta. Og við höfum ekki vona bara að ísinn sé brotinn fyrir bæði lið þó. Jú. Og Birmingham sendir hérna Friðrik og þarna steig hann Jón Nordal fyrir þetta Friðrik. var alveg þetta var augljóst. Hann fer fram hjá honum en Nordal færi sig þarna. Það virkar ekki svona. En þetta er fyrsta villan hans, þannig að hann má brjóta duglega þessar 5 mínútur sem er eftir. Já, mjög óvenjuleg staða fyrir hann. Hann er nú venjulega mjög fljótur að næla sig í villur. Já. En Njarðvíkingar með boltann, fín sending þarna, gott laug. Misskilningur þarna vantaði samskipti í varnarleiknum hjá Keflavík. Og Halldór Rúnar allt og auðvöld karfa á svona stundu. Halldór Rúnar náði að lauma sér þarna á bakvið á og skora sín fyrstu stig. En þarna rakast eitthvað saman, Soltá og hver? Já, ég veit ekki hvað, þetta virðist Halldór er nú svona yfirleitt líklegur sko þegar eitthvað svona er sko. Svona sjálfskipaði sökudólgur. Já. Já, en Keflvíkingar halda boltanum. Og nú er Sverrir komin inn á aftur. Og nú eru 8 sekúndur eftir að kútklukkunni og Njarðvíkingar vinna boltan. Mikil barátta þarna inn á vellinum. Þarna sjáum við mikla baráttu og leikræn tilþrif alveg að bestu gert. Já. En það eru Keflvíkingar
sem að geta jafnað. Nú eru rúmar 4 mínútur eftir og Soltá, hann tekur skotið en ekki gekk það og Njarðvíkingar fá boltann. Ég held að eins og Soltá hefur búinn að spila vel í þessum leik, þá held ég samt að hann sé ekki búinn að senda boltan með eitt skipti í þessum leik. Hann tekur alltaf skotið. En hann hefur verið heitur. Það er kannski hann hlutverk eða? Já, en það er nú oft ágætt að vera svolítið með innum líka. Brenton Birmingham og uppinn þarna hafa búið að flauta en fyrsta 3 stiga karvan hans í þessum leikluta. Hún var ekki dæmd gild og Jón komið með 2 villur. Hann ætlar að fylla kvótann. Já, hann hefur oft náð því á styttri tíma, það sem eftir er núna, sko. Já, Guðmundur Jónsson sendir á Sebæði og vantar hann, já, hann fyrir skotið en ekki gert þetta og Egill aðeins og setna taka frákastið og Williams sækir hratt upp völlinn og sendir á Magnús og Sverrir. 4,5 eftir og Williams en brotir á honum og það er engin annar en Halldór Rúnar Karlsson, friðavillan hans. Það er mikilvægt núna þessar síðustu mínútur að hlutverka skipan sé alveg klár og svona menn séu allir á sömu blaðsíðu með það hverjir eiga að taka af skarið og hverjir liðin vilja að taka af skarið. Já, Williams setur þetta ofan í eins og oft áður í þessum leik. Hann er með frábæra nýtingu í vítunum og það munar minna þegar staðan er svona jöfn. Nei, þarna brást honum bóðalistinn. Það má aldrei tala of vel. Nei, þá klikka þeir. Já, og munar 1 stigi og 3 stiga en ekki gekk það. Og Keflvíkingar ná boltanum og nú geta þeir komist yfir 68-69 og það er að lifna yfir þessu núna. Williams og Halldór til varnar, sækir fast að honum og þetta var mjög góð vörn þarna hjá Agli. Hann var búinn að koma sér vel fyrir og hárréttur dómur. Já, mikilvægt fyrir Njarðvíkinga þessi varnarvísla. Óvenjulegt hjá Njarðvík núna í þessum síðasta leikluta. Bæði Brenton og Ævi hafa verið svona hálf týndir og ekki svona náð svona að taka á skarið og klára hlutina. Ég veit ekki hvort þessi orðið þreyttir eða hvað það er. Þeir eru líklega spúnur að spila með að keyra á sömu mönnunum meira heldur en Keflavík og það er kannski það sem að mun skilja á milli. Akkurat, ég held nefnilega sko að þarna í byrjun þessa leikluta þá hefðu þeir þurft 2 mínútur sko á bekknum aðeins til þess að blása. Þess að svona safna krafti. Þetta er að Williams sem að kemur Keflvíkingum yfir. Meðan Keflvíkingarnir hafa rúllað miklu meira mönnum. Já. Og nú er þetta aðeins að breytast hérna. Nei, þetta er að Brenton Birmingham með frábæra 3 stiga körfu á besta tíma, hefur ekki segja það? Ekki spurning. Þeir eru búin að bíða lengi eftir þessu. Og staðan 72-70 fyrir Njarðvík. Og þá er það Njarðvík sem tekur leiklið, eða ekki? Jó. Og nú að leggja línunar fyrir loka hnykkinn. Akkurat, ég held að þetta leiklið sé mjög gott fyrir Njarðvíkinga eins og ég var að tala um áðan, þá finnst mér þeir vera orðnir svona dálítið þreyttir og þungir þarna og þeir þurfa virkilega á Brenton og Ævi núna þessar síðustu mínútur. Já, það er 1 mínúta og 51 sekúnda eftir að þessum leik og Njarðvíkingar, ef þeir halda þessu þá verja þeir titil sinn. En Keflvíkingar geta unnið hann eftir nokkra ára bikarþurrð. Já, það er svolítið svona fyrirsjáanlegt sóknarleikurinn finnst mér hjá Keflvíkingum.
það svona vantar svolítið þessa ópnum fyrir utan og vantar kannski að Magnús til dæmis stíja þessu upp og setja eitthvað fyrir utan. Já, það er nú aldrei að vita. Hann er kannski þannig karakter að hann kemur nú oft með svona skot á þessum tímapunkti. Algjörlega, ekki spurning. Já, Einar Árni, þjálfari Njarðvíkinga. Það er bæði lið Ráðleikur þarna í Agli. Já, það er bæði lið með skotrétt, þannig að allar villur það sem eftir eru 2 vítaskot. Já, þannig að nú verða menn að passa sig. Nei, erfið sending þarna hjá Friðriki á Birmingham. En fór af Keflvíkingi og þeir eiga innkastið. Já, þetta var svona aðeins svo fljót sending að þetta aðeins að gefa honum meiri tíma til þess að vinna sér betri stöðu. Og sér bæði brýst í gegn og glæsileg karfa þarna hjá Agli. Frábær karfa og þeir eru komin í 4 stiga fórskot. Hann er ótrúlega stór. Já, og þarna hinum meginn sjáum við frábæra vörn handa. Já, hann hoppaði töluvert utan í hann Friðrik hérna og... En hann er að fá sína 5. villu í sínum snið. Já. Og þá er nú ansi stórt skarði í vörn Njarðvíkinga. Já. Og það er spurning hver fyllir það. Halldór Karlsson er kominn inn á fyrir Friðrik. Jájá, Williams. Og hvað gerir hann í seinna vítaskotinu? Nei, hann klikkar. Og Halldór. Einu gríðarleg barátta þarna. Og Njarðvíkingar hafa betur. Já, þarna var mikið allt þarna undir förunni. Þetta er það sem að Njarðvíkingar vilja einmitt fá sínar stjörnur í bílstjórasætið og kannski ekki alveg svona. Nei, þarna var Brenton Birmingham kannski aðeins og fljótur á sig. Já. Það var nægur tíma eftir að stórklökunni. Alveg rétt, því að hann hefði þurft að gefa mikið stjórnum. En nú er ekki nema mínúta eftir rúm og 3 stiga munur. Njarðvíkingar hafa forskotið. En þetta er alveg galopið. Já. Þarna Það er Guðmundur Jónsson sem að fær sína 5. Já. Þetta er svona klaufalegt hjá Njarðvíkingum finnst mér því að það er held ég að besta sem getur gert hjá Keflavík núna er að fara á línuna. Þeir hafa ekki verið að sýna nógu mikið svona fyrir utan og þetta er alltaf vítalínu núna í þessu leikluta. Já. Það eru 3 Njarðvíkingar farnir á leikvöldum með 5 villur. Og Arnar, já, hann setur þetta ofan í og minnkar munin í 1 stig. En Keflvíkingar stela boltanum og Magnús og nei, ekki náðum að tókst honum að tryggja Keflvíkingum forskotið og nú eru 45 sekúndur eftir og Brenton Birmingham með boltan. Njarðvíkingar sækja og þeir hafa einstigs forskot. Hvað ætlar hann að gera? Skotklukkan líður. Og 30 sekúndur eftir að leiknum, 5-4 eftir að skotklukkunni og hann skýtur. Og nei, ekki vildi þetta ofan í og það eru Keflvíkingar sem að taka boltan. 22 sekúndur eftir og Arnar með boltan og Magnús og Soltá. Og hann skorar fyrir Keflvíkingar. Og það gerir dómarinn. Nei, þeir taka leikli. Þetta var vel gert. Keflvíkingar komast yfir hérna þegar 14 sekúndur eru eftir á leiknum og þetta var gríðarlega mikilvægt. Já, þetta var glæsilegt. En Njarðvíkingar hafa núna 14 sekúndur og til þess að setja upp eitthvað gott fyrir síðasta skotið. Þeir koma að sjálfsögðu til með að klára klukkuna og þetta með góðu skoti. Já, Njarðvíkingar búin að hafa undirtökin í þessum leikluta en Keflvíkingar koma inn eins og svo ofta áður í þessum leiklutum sem hafa verið. Já, þeir ná að klóra í bakkanum til lokin og jafna eða komast yfir. Já, og Keflvíkingar er búin að koma sér hérna aftur inn í leikinn með því að spila mjög sterka vörn og svo hafa þeir verið að setja vítin ágætlega ofan í. Það er fyrst og fremst það sem hefur verið að koma með minni leik. Já. En
þetta hefur verið dálítið staður sóknarleikur Njarðvíkurliðsins og það virðist eins og þau séu svona svolítið þreyttir þarna þeirra líkmenn. Já, en nú að sjá hvað Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Njarðvíkinga, hefur lagt upp. Þeir hafa 14 sekúndur til þess að verja titilinn. Þeir þurfa í rauninni bara eina körfu. Þeir þurfa eina körfu og Keflvíkingar þurfa að passa sig á því að brjóta alls ekki því að þá eru það að fá víti. Þannig að það er mikilvægt. Það er alveg erfitt að brjóta í körfu. Já, það er og þeir eru lagðir af stað. Brenton Birmingham og nei, ekki tekst en það. Brenton Birmingham aftur að Thomas Soltau tekur fókastuð og það gríðarleg barátta inn í teignum og Keflvíkingar eru bikarmeistarar. Það má segja það, hann fær vítaskot og fær vítaskotið. Þeir eru búin að tryggja sér Powerade bikarinn. Þetta höfðu þeir aldeilis góð tækifæri Njarðvíkinga til þess að komast yfir þarna. Já, það munaði rosalega litlu að þeim tækist að tróða ofan í göruna þarna. En Soltau tók frákastið og getur núna innsigla sigur þeirra. Nei, ekki vildi þessu ofan í. Það er 0,66 sekúndur eftir, þannig að þeir hafa möguleika á. Þeir hafa smá sens. 76-74. Ég hræddur að þeir þurfi að helst að ná að blaka boltanum. Ég er ekki viss að sé hægt að grípa boltan og ná skoti á þessum stutta tíma. Því að leikklukkan fer í gang leið og boltinn snertir mannin inn á vellinum. Þannig að þeir þurfa að negla honum að körfunni og þarf Egill líklegast bara að standa og tróða. Til dæmis. Þeir hafa möguleika á því að henda boltanum yfir allan völlin og reyna að blaka boltanum onni. Ég held að það sé svona helsti möguleikin. Setja upp einhverja leikfléttu fyrir eitthvað svoleiðis. Sjá hvort að það heppnist, en þetta er afar ólíklegt. Já, mjög ólíklegt, en auðvitað mikilvægt fyrir Keflvíkinga að passa sig að brjóta alls ekki og taka engar óþarfa áhættur. Já, það er spurning hvort ég hafi verið of fljótur á mér að tilkynna það að Keflvíkingar væru bikarmeistarar. Það kemur í ljós eftir örfáar sekúndur. Einar Árni Jóhannsson er þarna að leggja á ráðinn. Það er ekki slæmt að byrja tímabilið með titli. Nei, það er góð byrjun. Og væri náttúrulega sérlega gott fyrir Keflavík sérstaklega því að þeir eru verið aðeins að gera breytingar á liðinu og ætla sér stóru hluti líka í Evrópukeppninni. Og það er Kristján. Og hvað gerir? Nei, ekki gekk hjá þeim Njarðvíkingum og það eru Keflvíkingar sem eru Powerade bikarmeistarar. Þetta árið lokastaðan 76-74 fyrir Keflavík og þetta var sérstakur loka fjórðungur. Já, það var lítið skor. En Hallgrímur Indriðason, hann er stattur niður á leikvelli. Sigurður Ingimundarson, hvað kom eiginlega fyrir hjá okkur þannig til lokin? Þetta var nú ansi skemmtilegur leikur, hann var ekkert sérlega við leikinn á hvoru liðinu í seinni hálfleik fannst mér. Bæði lið spilar reyndar hörkugóða vörn og það var erfitt að skora í báðum megin. En ég hef ekki að segja að við erum kannski bara heppnir í restinu, ég held það bara. Já, en þetta var núna karakter og svo lenda þeir líka í villuvandræðum, það hefur haft eitthvað að segja? Já, náttúrulega skiptir máli fyrir þá að missa Frikk út af, en þeir náttúrulega eins og við eru með mjög marga góða leikmenn, þannig að ég held bara að við höfum bara verið heppnir í restinu. Hvernig veganesti er þetta fyrir tímabilið sem framöndan er? Þetta er bara skemmt, það er skemmt að byrja eins og mót, en svo er þetta búið bara og gaman og þá byrja bara alveg með þetta. Það er ekkert meira. Takk fyrir þetta og til hamingju. Takk. Sendu boltan aftur yfir til þín, Einar. Já, takk fyrir það, Hallgrímur. Og við förum að segja þessu loki héðan úr Laugardalsvellinni. Keflvíkingar bikarmeistarar og Njarðvíkingar sitja eftir með sárt ennið. En þetta var jafn og skemmtilegur leikur og
Jón Arnar Ingvarsson. Mér finnst þetta bara að gefa mjög góð fyrirheit fyrir tímabilið og gaman að sjá eins og Sigurður var að segja, frábæra varnarleik og sóknin á bara eftir að batna þegar líður á tímabilið. Já, og við ætlum aðeins að fylgjast með því þegar þeir fá bikarinn afhentan. Nú fá Njarðvíkingar silfurverðlaunin og geta svo sem alveg verið stoltir af því. Svona dálítið súrt fyrir þá að þeir höfðu undirtökin svona, mjög gjarnan höfðu þeir undirtökin. Já, en það var eins og þeir væri orðnir alveg bensínlausir í síðasta leikluta og það var svona ekki mikið í gangi en þó höfðu Keflvíkingarnir öfluga vörn allan síðasta leikluta, sterkari vörn myndi ég að segja. Og svona að því að þeir voru búnir að vera að skipta meir inn á og voru með meiri breidd. Og svona vantaði eitthvað aðeins upp á Njarðvík. Já, og nú voru Njarðvíkingar nánast allir búnir að fá silfurverðlaunin. Þarna það Einar Árni Jóhannsson, þjálfari, sem þakka fyrir. Og við minnum á útvarpslýsingu á landsleik Íslands og Letta í knattspyrnu karla sem verður síðar í dag. Það heilsast leikmenn. Og þessi lið nú eftir að eiga stuð oftar í vetur. Já, það verður gaman að fylgjast með þessu. Og í eftir góðan og sveitna leik þá stóðu Keflavíkur sem meistari og við biðum fyrirliðana að ganga fram og taka út bikarinn. Gunnar Einarsson tekur við bikarnum fyrir hönd Keflvíkinga.